Við í geðþjónustunni erum að byrja umbótaverkefni sem að fjallar notendastýrðar stuðningsinnlagnir fyrir fólk með alvarlegan tilfinningalegan óstöðuleika sem stundar sjálfskaða eða sjálfsvígshegðun. Innlagnirnar eru þá með því formi að einstaklingurinn metur sjálfur að það sé þörf fyrir innlögn núna þegar að hans geðhagur hefur versnað á einhvern hátt og getur þá komið í stutta innlögn án þess að fara í gegnum bráðaþjónustuna. Þetta form sem hefur breiðst dálítið út heiminn og mjög algengt að sé nota núna í öðrum löndum. Mjög mikið í Svíþjóð, þetta líka í Danmörku, Noregi, Hollandi, Ástralíu, svo dæmi séu nefnt. During this crisis intervention, the patient do the initiative. They call to the ward when they are in need of support. Before they came to the psychiatric emergency department, and it was in a later stage when they had suicidal behavior and had sometimes also suicide attempts. So we wanted them to come in earlier stage and use this crisis intervention. So the patients have more control, they can self-regulate during this intervention and get help in an earlier stage. The patients have appreciated this intervention a lot. We have done several interviews and qualitative studies, and they use it like a timeout when they are in crisis to get the support and then earlier come back to outpatient care. So they have used it in a constructive way instead of self-harming. We have published several studies since 2015, and the research has come out internationally, and now we're starting a collaboration to support Iceland to also work with this type of crisis intervention. So will be a research collaboration, and we will support them during the upcoming years. Notendastýrðar stuðningsinnlagnir hjúkrunarstýrt inngrip sem við notum á geðsviði fyrir ákveðinn hóp skjólstæðinga. Það þá fólk sem í göngudeildarþjónustu í okkar sérhæfðu meðferðarteymum, og hópurinn sem við erum að vinna með núna einstaklingar sem hafa mjög alvarlegan tilfinningalegan óstöðuleika sem getur stundum komið fram í sjálfskaða eða sjálfsvígshegðun. Notendastýrðar stuðningsinnlagnir þannig samvinnuverkefni á milli sjálfsnotandans eða skjólstæðingsins, hans göngudeildarteymis eða meðferðaraðila og svo legudeildarinnar, þar sem innlagnirnar fara fram. Með því að hafa meiri stjórn á sínum eigin þjónustu þörfum og þjónustu notkun, að þá erum við að reyna að færa völdin dálítið meira í hendur skjólstæðingsins. Það dálítið annað mál að geta ákveðið sjálfur að nú sé rétt fyrir þig að fara í innlögn mögulega í einhverja sólarhringa til þess að hlúa af þér, svolítið að ná vopnuðinum aftur og geta svo haldið áfram með lífið. Á móti því að ástandið verði svo slæmt að þú þurfir bráða innlögn og kannski miklu lengri innlagna tíma.